Afsakið þetta, ég er hérna ég var að senda ræðuna mína í iPadinn. Kæru landsfundar, fulltrúar og aðrir gestir. Það mér mikill heiður að taka við starfi formanns í Sjálfstæðisflokknum og ég heiti því að ég mun sinna því starfi eins vel og ég get. Ég verð samt að viðurkenna að ég er líka nett kvíðinn vegna þess að ég hef ekki mikinn tíma aflögu nema ég hætti alfarið í símanum og starf formannsins er krefjandi og tímafrekt. Bjarni Benediktsson, fyrrverandi formaður og Þóra kona hans eru sýnist mér í fljótu bragði þau einu hér í salnum sem hafa komið á píanótónleika hjá mér. Starf mitt sem píanóleikara mun gagnast mér í starfi sem formaður Sjálfstæðisflokksins því aðferðir mínar eru hispurslausar en áhrifamiklar. Donald John Trump, Bandaríkjaforseti, notar einmitt aðferðir mínar með miklum árangri. Þegar ég tek til starfa á mánudaginn, fer ég strax í aðgerðir ásamt aðstoðarmanni mínum, Björgólfi Thor Björgólfssyni. En ég ætla að ráða hann til starfa til að herða sultarólarnar og fá sem mest úr hverjum því ég hugsa stórt. Alþingiskosningar verða aftur í haust, það er morgunljóst. Og við Sjálfstæðismenn ætlum að taka til hendinni og vera vel undirbúin fyrir þær kosningar og sigra þær með glæsibrag og eftir kosningarnar munu Íslendingar, íslensk fyrirtæki fari mikla útrás og við munum innan tíðar ná góðum árangri í viðleitni okkar að ná stjórn og áhrifum í öðrum löndum og öðrum heimshlutum. Langtíma markmið er auðvitað að ná völdum yfir Bandaríkjunum öllum. Einu sinni fyrir 35 árum fór ég til spákonu og hún trúði ekki því sem hún sá í bollanum, en ég lagði í annan bolla og hún sagði þá eftir smá stund: ég sé bara Bandaríkin í heilu veldi í bollaninum. Og hún sá lítið annað, en hún er sannspá. En byrjum á flokknum. Ég hlakka til að hreinsa til í flokknum og breyta fyrirkomulagi hans, koma með nýjar áherslur. Flokkurinn þarf svo mikið á því að halda, hann er dálítið staðnaður og laskaður og enda þótt stefna sé falleg þarf að dytta ýmsu. Björgólfur Thor og ég munum gera allt til að betrumbæta eins kostur er og mála Valhöll úr gulli. Eftir hreinsunareldin í flokknum erum við tilbúin að hreinsa til í kerfinu öllu. Ég verð forsætisráðherra og Björgólfur verður fjármálaráðherra og helsti ráðgjafi minn í að fá það besta úr öllum mögulegu. Við munum á augabragði ná miklum áhrifum og fyrsta áramótaávarp mitt næstu áramót verður ekki bara lofsöngur, heldur líka enn frekari lofgjörð fleiri sigra. Við verðum búin að senda allt vógliðið á alvöru sveppatripp og gera það af nytsömum þegnum Íslands. Í heilbrigðismálum setjum við í gang átaksverkefni sem við köllum leiðum þjóðina úr öllum áföllum og með því munum við bæta lýðheilsu til muna. Við Íslendingar erum hraustmenni inn við beinið, enda komnir af sjómönnum og víkingum og við eigum að vera stolt af
öllum yfirtökum okkar á eignum og landsvæðum. Heimurinn á að vera okkar því hinar nýlendu þjóðirnar eru að klikka og við verðum vitni að hnignun þeirra og þangað förum við aldrei. Ég hef fulla trú á að með klækjum getum við náð yfirráðum yfir Bandaríkjunum því ég kann að díla við menn eins og Trump. Snorri hinn mikli og Björgólfur Thor var þess Trump og Musk. Það er ekki spurning hver sigra þann bardaga. Já, þið hafi ekki séð mikið ennþá, en bíði bara. Ég gekk ungur í Sjálfstæðisflokkinn, en ég verð að viðurkenna að ég hef verið í flokknum erfiður og það má kannski nefna fyrst þegar ég hafði samband við Björn Bjarnason árið 2002 og sagði honum frá áhuga mínum að vera borgarstjóraefni flokksins. En hann benti mér þá á leiðtogaprófkjör flokksins sem átti að halda nokkur seinna og hvatti mig til að taka þátt. Að endingu véku frambjóðendurnir fyrir byrni og drógu framboð sín tilbaka og Björn var valinn borgarstjóraefni flokksins með miklu lófataki án þess að ég hafði dregið mitt framboð tilbaka og það gerði mig reiðan og ég klauf flokkinn og stofnaði Vinstri hægri snú og fór í framboð gegn Sjálfstæðismönnum sem kostaði flokkinn borgina. Ég vil hér og nú biðjast afsökunar á því. Ég vil líka biðja Geir H. Haarde afsökunar fyrir að taka fram fyrir hendurnar á honum og afhenda honum í beinni útsendingu uppsagnarbréf Davíð Oddssonar sem ég biðst auðvitað einnig afsökunar á. Davíð var alltaf í uppáhaldi hjá mínu fólki og tilsvör hans voru mjög snjöll og skemmtileg. En ára mín og ára hans pössuðu ekki saman í sama herbergi því þær eru báðar stórar. En ég finn í hjarta mínu að við eigum margt sameiginlegt. Í nóvember 2021 var lögð fram tillaga af hálfu Sjálfstæðismanna á Akureyri að banna útigöngu katta í bænum og það gerði mér reiðan. Og ég stofnaði kattaframboðið ásamt kattavinum og við börðumst gegn tillögunni og buðum fram lista katta gegn Sjálfstæðismönnum á Akureyri og viti menn tillagan var dregin tilbaka og lausaganga katta var því áfram frjáls. Sigur og framganga kattaframboðsins olli því að ég eignaðist óvini innan Sjálfstæðisflokksins á Akureyri sem nú fyrir nokkrum vikum lögðust gegn því að ég færi sem fulltrúi á aðalfund og greiddu atkvæði að taka mig af varamannalistanum sem ekki var fullsetinn. En Sjálfstæðismenn í öðrum landshlutum eru dýravinir og ég veit þeir fyrirgefa mér þetta upphlaup. En ef það einhver Sjálfstæðismaður hér inni sem sár út í mig, biðst ég fyrirgefningar og ég vil minna hann á aflátsbréfin sem ég hef selt síðan 2002 og ég með sérstakan aðalfundarafslátt á þeim fyrir Sjálfstæðismenn. Varðandi fjármál íslenska ríkisins. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sverð og skjöldur ríkissjóðs í gegnum tíðina og það hefur sannast aftur og aftur þegar utanaðkomandi áföll dynja á okkur. Auðvitað hægt að benda á styrka hagstjórn Bjarna Ben í gegnum COVID sem enn ætti að vera fersk í vinningunni og ég geti talið upp hér í allan dag. Dæmi að ríkissjóður best kominn undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Ástæðan fyrir að ríkissjóður best geymdur í höndum Sjálfstæðisflokksins raunar mjög einföld. Jarðtenging og raunveruleika vitneskja sjálfstæðisstefnunnar. Að gera sér grein fyrir að það þurfi að skapa verðmæti til að hægt sé að byggja upp gott samfélag. Sjaldan hef ég heyrt sjálfstæðismenn beita rökum eins og það nóg til af peningum eða við hækkum bara skatta þegar þarf að dæla meiri peningum í einhver verkefni sem hljóma vel. Nei, þetta eru frekar orðfæri andstæðingar Sjálfstæðisflokksins. Ég hef frekar heyrt Sjálfstæðisflokk tala fyrir því hvernig hægt að liðka til svo einstaklingurinn dafni í umhverfi þar sem rekstur og líf hans blómstri. Skattpínd fyrirtæki eru líka
líkleg til að geta staðið undir launahækkunum og stuðla að bættum kaupmætti. Skattgreiðendur eru ekki kvótalaus auðlind. Viljið þið aðeins hafa það svo mikið háaði, ég heyri þetta í sjálfum mér. Já. Skattpít fyrirtæki ekki líklegt til að geta staðið undir launahækkunum og stuðla að bættum kaupmætti. Skattgreiðendur eru ekki kvótalaus auðlind sem hægt að stunda óhefta rányrkju á. Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera eina stjórnmálaaflið á Íslandi sem gerir sér fulla grein fyrir þessu og vinnur samkvæmt þeirri vitneskju. En rekstur ríkisins meira en skattöflun. Viðvarandi viðskiptahalli eitthvað sem við getum ekki sætt okkur við. Íbúafjöldi Íslands 400.000, en í heiminum rúmlega 8 milljarðar. Það ekki góður business að við getum ekki selt þessum fjölda meira en þeir okkur. Sennilega mun ég leggja til bann við viðskiptahalla. Við Björgúlfur förum í að skoða alla samninga og veltum við öllum steinum og upprættum allt óréttlæti í okkar garð. Ég útiloka ekki tolla og ég útiloka ekki neitt. Við Björgúlfur viljum gera ríkissjóð að veglegum sameiginlegum sjóð til að standa undir velferð okkar allra. Ég vil vitna í Gene Hackman, sem nú nýlátin. The difference between a hero and a coward is one step sideways. Munurinn á hetju og huglýsinga eitt skref til hliðar. Að endingu vil ég minna meðframbjóðendur mína á að tap stór sigur. Sigur fyrir lýðræðið. Leikreglur lýðræðisins eru þannig að meiri hlutinn ræður og það geta ekki allir unnið. En öll framboð eru jafn mikilvæg. Sjálfstæðisflokkurinn vagga lýðræðisins ásamt því að vera flokkur allra landsmanna og allra stétta og ég tel framboð mitt vera sönnun þess. Ég þakka auðmjúkur fyrir traustið og tek stoltur við keflinu af Bjarna Ben og ég þakka honum hið mikla vanþakkláta starf sem hann hefur unnið án þess að fórna fjölskyldunni. Ég ætla líka að gefa Bjarna og Þóru boðsmiða á jólatónleikanum næstu jól. En kæru landsfundargestir, ég treysti ykkur 100% til að kjósa með haustnum á morgun og þá fer allt vel. Þótt ég hljómi eins og kötturinn sem fer sínar eigin leiðir og útreiknilegri og sjálfstæðri en hinn formannsefnin og til alls vís það ekki eitthvað sem þau þurfa að óttast því hjarta mitt á réttum stað og það slær í takt við sjálfstæðisflokkinn. Enda ég borinn og barnfæddur í flokknum og ég treysti ykkur fyrir því að láta ekki afvegaleiða ykkur og blekki ykkur til að kjósa einhvern annan en mig á morgun. Í formannskosningunni því ég réttkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins á þessum ótrúlegu tímum og ég hef allt sem til þarf að mæta vanda framtíðarinnar eins og til dæmis geimverunum sem að koma. Hver betri til þess en einmitt gjörningalistamaðurinn? Kæru fulltrúar, þið reddið þessu. Ég hlakka til að vera með ræðu á morgun sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Ég vil að endingu, af því að það ekkert píanó í salnum, þá langar mig að syngja lítið lag og
Ég vona að þið takið undir. Ég vona að Bjarni og Þóra takið undir. Þau kunna þetta lag, ég kenndi það. Og þetta lag sem þið þekkið öll. Þetta lag sem móðir ykkar hefur sungið með ykkur á rúnstokknum. Ó Jesú bróðir besti og barnavinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnæskuna mína. Herru, tökum þetta einu sinni. Ó Jesú bróðir besti og barnavinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnæskuna mína. Takk.